Velkomin á fjarerindi. Takk fyrir síðast. Þetta var skemmtilegt þing og mjög gefandi. Ég ætla aðeins að fara yfir niðurstöður 43. þings. Ég ætla ekki að fara inn í ákveðna málaflokka nema mjög litlu leyti, en ég ætla aðeins að fara yfir aðdraganda þingsins og það sem var svo eftir á og hvað við ætlum að gera, hvaða málaflokka við ætlum að setja í forgrunn og hvernig við ætlum að vinna úr niðurstöðum þingsins sérstaklega. Það er búið að leggja mjög hart að mér að hafa þetta mjög stutt, þannig að ég ætla að gera mitt besta til þess. Það vera ekki að taka of mikið hluta af ykkar tíma svona á þriðjudagsmorgni. Maður sjá, hvernig virkar þetta? Já, það voru samdar ályktanir þarna tekjuskiptingu og jöfnuð, húsnæðismálin, heilbrigðisþjónustu og velferð, jafnvægi atvinnuþátttöku einkalífs og tækniþróun og skipulag vinnunnar. Auk þess að það voru tvær svona sjálfstæðar ályktanir sem fá þá aukna vigt, sem ályktanir kvennafrí sem var samþykkt 24. október í upphafi þingsins að gefnu tilefni og síðan virt samráð ASÍ og Öryrkjabandalagsins sem komandi kjarasamningum. Og ég tel að þær ályktanir sem samþykktar sérstaklega hafi ákveðna vigt umfram hinar. Þessi flokkar voru ákveðnir út frá hringferðunum sem voru farnar í aðdraganda þingsins, og það voru farnar 2 hringferðir til að undirbúa áherslurnar. Voru 11 fundir í fyrstu hringferð og 8 fundir í seinni hringferð. Nú vona ég sé að fara rétt með. Ég var náttúrulega ekki þátttakandi af því. Það sem var breyting frá því áður að það var lögð mikil áhersla á það að allir starfsmenn innan Alþýðusambandsins væri virkir í þessu ferli. Þannig að þessar hringferðir voru notaðar ekki bara til þess að undirbúa áherslu þingsins, heldur að starfsmennirnir hefðu tækifæri til þess að hitta kollega út allt land. Við höfum fengið rosalega góð viðbrögð á þetta. Fólk kom betur undirbúið til þingsins af því að það hefði tekið betur þátt í aðdragandanum að því. Og ég held að það hafi skilað sér í miklu dýpri og betri umræðu á þinginu, heldur en ef fólk að lesa þetta hratt yfir rétt áður það mætir til leiks. Það sem var líka breytt á þinginu var að það var virt hópastarf sem var ekki þetta þjóðfundafyrirkomulag, heldur öðruvísi hópastarf. Og ég get vottað það að ég heyrði í mörgum á þinginu sem voru afskaplega ánægðir með þetta starf. Margir eru orðnir svolítið leiðir á þjóðfundafyrirkomulaginu, en að sjálfsögðu var gefið mjög gott rými fyrir fólk til þess að koma að sínum sjónarmiðum. Eitt af því sem við ætlum að fjalla á fyrsta miðstjórnarfundinum á morgun eftirfylgni eftir þingið, og við munum leggja til að við förum eina hringferð að auki eftir þingið til að fylgja eftir ályktunum þingsins. Ætli við séum ekki komin þá fram í janúar með þá hringferð. Það orðið erfitt að fá fólk á fundi og þetta hvað maður segja, það allir að halda ráðstefnur og fundi akkurat núna og það bara orðið of hlaðið eiginlega. Þannig að ef við ætlum að fá fólk saman, að þá reikna ég með að við séum komið fram í janúar, en þá myndi ég líka nota tækifærið og fara hringferð til þess að hitta sem flesta. En þetta verður tekið fyrir miðstjórn á morgun sem hluta af eftirfylgni, og eins og ég sagði að miðstjórn hefur ekki hist ennþá, þannig að fyrsti fundurinn á morgun. Það sem við höfum gert líka til þess að vinna úr því sem kemur fram á þinginu að endurhugsa svolítið fastanefndir Alþýðusambandsins. Þær ekki lögbundnar, þær ekki meitlaðar í stein, og við viljum aðeins koma með nýju augu á það
til þess að þær endurspegli þá niðurstöður þingsins og þau stóru verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Í anda þingsins og þeirra kröfugerðar sem fram eru komin og þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir þá ákváðum við að taka skatta- og húsnæðismál sérstaklega fyrir. Og ein af þeim nýlundum sem verða lagðar fyrir miðstjórn á morgun að það verði sérstök húsnæðisnefnd, eina fastanefndum innan ASÍ og það væri svona ákveðin þungi í þeirri nefnd. En það verður kynnt og vonandi ákveðið á miðstjórnarfundi á morgun. Í þessum anda ákveða að taka skatta- og húsnæðismál fyrir strax þá héldum við vinnufund í gær þar sem við köllum til formenn landssambanda og stærstu félaga þar sem í daglegu tali kallað samninganefnd ASÍ, nema það heitir ekki samninganefnd ASÍ af því ASÍ ekki komið með neitt umboð í samninga. Þannig að þessi vettvangur heitir bara formenn landssambanda og stærstu félaga enn sem komið Og við fórum í vinnufund með og köllum þá til starfsfólki líka sem þarf að fylgja eftir og útfæra þessar hugmyndir. Til grundvallar á þessu fundi í gær voru með niðurstöður þingsins og tókum húsnæðismál fyrir hádegi og skattamál eftir hádegi af því að við vitum á einhverjum tímapunkti þá þurfum við að reyna að ydda það og tala einni röddu í þessum málum og þá aldeilis gott að vera með veganestið frá þinginu. Við höfum gert fleira til að fylgja eftir þinginu. Ég og Vilhjálmur Birgisson fórum á fund hjá félagsmálaráðherra, því miður var Kristján Þórður upptekinn á þeim tíma og þar afhentum við honum formlega ályktanir þingsins og áherslur og lögðum sérstaklega áherslu á niðurstöður þingsins þar sem snertir hans ráðuneyti sérstaklega. Það að segja baráttuna gegn félagslegum undirboðum og húsnæðismálin. Við ákváðum að vera ekki með svona vinnufund félagsleg undirboð eða brotastarfsemi á vinnumarkaði sem eiginlega réttnefni af því að við í rauninni vitum miklu betur hvað við viljum þar og hvaða áherslu þarf að leggja þar. Nú til viðbótar með þennan fund með félagsmálaráðherra þá á ég fund í þessari viku með formanni Öryrkjabandalagsins sameiginlegar áherslur og þar náttúrulega bæði það að vera í einhvers konar samstarfi í kjarasamningum eins og samþykkt var á þinginu sérstaklega og síðan var líka samþykkt miklar efasemdir starfsgetumatið. Þannig að við þurfum að ræða það við Öryrkjabandalagið og Öryrkjabandalagið hefur fagnað þessari stefnubreytingu alveg sérstaklega. Þannig að það alveg ljóst að við höfum mikil samlegðar áhrif þarna á milli. Í dag mun ég eiga líka fund með formanni ASÍ Ung til að ræða það hvernig þeirra aðkoma verður formlega aðkoma að starfinu. Þannig ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum að ASÍ Ung var mjög öflugt á þessu þingi og það er eitthvað sem við að alveg örugglega vinna betur með og dýpra og gefa þeim þann vettvang sem þau hafa skilið. Svona yfirbragðið á þinginu, eins og ég segi ASÍ Ung var áberandi sem frábært. Við þurfum að mæta auknum kröfum túlkanir og þýðingu. Það var aukin þátttaka fólks af erlendum uppruna á þinginu sem ánægjulegt, enda þetta stór hluti af okkar félagsmönnum og við þurfum að koma til móts við þau. Og svo held ég að það hafi heldur ekki farið fram hjá neinum að það var kjörin ný forysta á þessu þingi. Þannig að í því eru ansi mörg tækifæri. Tækifæri felast kannski ekki síst í því að í ákveðnu þekkingarleysi, þannig að til dæmis þegar við förum að skoða nefndaskipan hjá ASÍ þá vitum við í rauninni ekki hvaða starfsmenn eru með hvaða nefnd og við höfum svo sem einhverja hugmyndir það. Þannig að við getum komið að borðinu með það sjónarmiði að skoða uppbyggingu nefnda út frá málefnum en ekki persónum endilega. Þannig að það er svona, við erum að nýta okkur það forskot sem við höfum á meðan við erum að koma nýja málunum.
Að öðru leyti vil ég bara segja að þessar ályktanir eru mjög gott veganesti inn í kjarasamningana og verkefni framundan. Það er mikið kjöt á beinunum og ég held að það sé af því að það var unnin svo gríðarlega góð undirbúningsvinna, fólk kom vel nestað inn á þingið. Það er náttúrulega líka af því að þetta er kjarasamningsvetur og það var búið að vinna töluverða vinnu í kröfugerðum félagana. Þannig að fólk kom bara tilbúið til að vinna inn á þingið og við erum að sjá niðurstöður þess núna.